Til hamingju með daginn og takk fyrir að bjóða mér að vera með ykkur. Þegar mér datt í hug að nota orðatiltæki í titilinn á kynningunni þá ákvað ég samt að bera það undir samstarfskonu mína sem talsvert yngri en ég. Og ég spurði svona, hvernig finnst þér að nota orðatiltæki sem heiti? En það er ekki frábær hugmynd af því ég er nú í orðanefnd og henni bara leist vel á það. Bara, jú, en það væri samt sniðugt hjá þér að útskýra hvað það þýðir svona til vonar og vara. Þannig að ég ætla bara að gera það. Að mér finnst þetta líka lýsa því sem við erum að gera í orðanefndinni. Það þýðir náttúrulega að fylgja orðum eftir. Auðvitað erum við mikið að tala um orð og við tölum mikið í okkar starfi. En það snýst líka um það að láta verkin tala og ekki bara tala, heldur líka láta verkin tala og framkvæma. Þannig að þetta er svona hvatning til að grípa til aðgerða og tryggja fyrir að áætlanir verði að veruleika. Þannig að takk Ása fyrir þessa ráðgjöf. Aðeins bara svona gegnum þessa örsögu orðanefndarinnar sem var stofnuð 2013. En þetta er ungt fræðasvið og fagvettvangur eins og þið vitið, manna best. Og það var svona oft óskýr umræða og í rauninni tengi ég bara við það sem Gísli var að tala um. Þú veist, hvað heitir frístundaheimili? Heitir ýmislegt annað hjá mismunandi fólki. Og óskýr orðræða og umræða var kannski eitthvað sem fólk var að fást við, bæði bara á fræðavettvangnum en líka bara á starfsvettvangnum. Og það var talið brýnt að styrkja þessa orðræðu. Og þá er ein hugmynd, getum við stofnað orðanefnd og getum við farið að vinna á orðasafni. Þannig að orðanefndin var stofnuð 2013 í júní og í framhaldinu var farið að vinna þá að þessum skilgreiningum á grunnhugtökum og gefið út þetta orðasafn 2019 sem er fyrsta útgáfa. Og samhliða því að við gáum þetta út á prenti þá er þetta líka aðgengilegt á vef og við sem erum núna í orðanefndin við erum listuð upp þarna á Glærunni og við erum alltaf með sérfræðingin, hana Ágústu sem að vinnur hjá stofnun Árna Magnússonar. Hún er íslensku sérfræðingurinn, við treystum mikið á hana þegar við lendum í vandræðum, þannig að hún er mjög mikil stuðningur við okkur og svo er Eygló með mér og svo ég kem að inn í rauninni sem fulltrúi félags fagfólks í frístundaþjónustu. Þó ég starfi líka núna á frístundaskrifstofu skóla og frístundasviðs og svo Jakob og svo Ása Helga, er ekki eins og að nafna hennar sé stærra? Hún er líka mjög merkileg, þannig ég hafa hana stærri. Og ég bar þetta ekki undir Ása, hvort ég mætti segja fyrrverandi aðjúnkt í kennslufræði leiklistar, hvort ég væri, er það ekki rétt? En síðan hafa ýmsir aðrir líka komið að starfinu sem hafa svona komið inn tímabundið eða sem sérfræðingar. Já. Og fyrir þá sem ekki hafa farið inn á Orðabankann, ég treysti því að hér hafa allir farið inn á Orðabankann, leitað í Orðabanka Árnastofnunar, sett þar inn tómstundafræði og fáið þá upp þarna vinstra megin öll orðin sem við erum búin að vera að vinna að skilgreina. Fjöldi hugtaka núna er eins og sést þarna 148 hugtök og þarna líka, þannig að þarna er hægt að skoða þau orð sem við erum búin að vera að vinna með. 148. En af hverju erum við í þessu stúsi, bara eins og ég var að segja áðan, þá er þetta náttúrulega markmið að samræma og skýra hugtakanotkun sem er mjög mikilvægt og mörk íðorða og almennar orða eru oft óljós og ég vísa þá bara í það sem að Gísli var líka að segja, þú veist, þegar að tala um frístund, það er hægt að skilja þá marga vegu, sumir eru að meina frístundaheimili, aðrir eru að tala um frístundastarf almennt og svo framvegis, þannig að það er hægt að nota alls konar hugtök en það er mjög mikilvægt að skýra það út þannig að við séum í raun að nota sambærileg hugtök og skiljum hvort annað. Þannig að mörkin eru oft ekki ljós og ég man líka þegar ég var að gera mitt meistarverkefni og það var fyrir tíma Orðabankans að þá var þetta líka spurning að var að þýða sjálfur hugtök eða finna upp á hugtökum sem síðan var eitthvað sem að fólk var síðan ekkert endilega að skilja eins og maður sjálfur. En þetta er ekki bara að glíma við orð, heldur þetta er alls konar hugtök og við erum að leggja alls konar mismunandi merkingu í hugtökin. Og það sem við erum að gera í orðanefndinni er að við erum að skilgreina og við erum að reyna að hafa skilgreiningarnar hnitmiðaðar sem að getur líka mjög erfitt. Þannig að til þess að hjálpa okkur með það, þá eru líka skýringar. Þannig að það eru sem sagt skilgreining, það er skýring til þess að svona útskýra nánar og svo erum við að reyna að setja þá inn ensk og skandinavísk orð þar sem að það er hægt. Og svo erum við líka að tengja þá við önnur hugtök þegar það er eitthvað sem að passar og líka þá setja mögulega inn einhver samheiti. Og við höfum lagt upp úr því að reyna að vera í góðu samtali við vettvang og fá endurgjöf og höfum reglulega sendt út óskir að fólk sé að lesa yfir eða koma með ábendingar og við höfum alveg fengið mjög góða aðstoð
frá vettvangi og okkur finnst þetta mikilvægt og viljum leggja meiri áherslu á það bara eins mikla og við mögulega getum. Og meðal annars þá erum við komin í samtal núna, vorum að funda nýlega með fulltrúa frá Fagfrí en líka frá FFF og erum að reyna að skoða hvernig getum við bara aukið samstarfið ennþá frekar og svo finnst mér mikilvægt að starfið skemmtilegt og það gaman að því mörgum finnst skrítið að maður nenni að vera í orðanefnd, það hljóma einhvern veginn svona óspennandi að hittast og tala orð en við erum náttúrulega algjörlega sammála það í orðanefndinni að það ekki þannig. Það alls konar litli sigrar, við höfum fengið styrk frá Málréttarsjóði tvisvar sinnum og notum hann meðal annars til að gefa út þetta orðasafni, líka til að fá yfirlestu sérfræðinga og til að setja upp orðasafni og ýmislegt og við eigum líka svona smá pening núna, það spurning við svona veltaði fyrir okkur hvort við eigum að prenta aðra útgáfu, þú veist, sumum finnst gott að hafa þetta svona, aðrir bara leita á netinu, þannig við erum ekki alveg búin að komast að niðurstöðu varðandi það. Og ég fór að telja fundargerðirnar. Kobbi, þú skrifaðir eina af þessum. Kobbi skrifaði eina og ég skrifaði 85, þannig að já, en það Jakob og Huld hafa skrifað fundargerðir. Já, það mjög mikilvægt að halda utan þessu við erum að gera því klárlega ég man allavega ekki allt sem við vorum að gera 2013, ég veit ekki með hinn í orðanefndinni. Litli sigurinn. En mér finnst, já, þú skrifaðir eina, það litli sigurinn. Og við erum nú vorum búin að safna í grunninn svona 400 orðum af hugtökum. En í orðasafninu núna höfum við birt 148 orð að því við höfum líka verið að forgangsraða og við byrjum á því að fókusa á svona fagorð, svona almenn fagorð sem væri mikilvæg. Síðan fórum við svolítið í leikjaorðin, við fórum líka aðeins í leiklistarorð og svo fórum við líka í útilífsorð. Þannig að við höfum svona verið aðeins að forgangsraða og nú erum við kannski meira að reyna líka að tengja við bara hvaða orð að koma upp núna í samfélaginu, það er alls konar ný orð sem þarf að huga að líka. En þetta og líka því að Guðmundur Ari var að tala þessa stefnumótun og þá líka mjög mikilvægt að huga að orðræðu og orðanótkun, hugtakanótkun þegar við erum í stefnumótunarvinnu eða lagasetningum og annað slíkt. Þannig að við í orðanefndinni höfum fengið erindi þegar að vera að vinna að slíkum málum. Við náttúrulega tökum enga pólitíska afstöðu, stundum finnst okkur að það sé verið að reyna að fá okkur til að gera það en reynum þá bara að aðstoða eins og við getum og auðvitað erum að vera duglega að vísa bara í orðasafnið. Þið ekki geta lesið þetta allt, en þið sjáu kannski munin á hugtökum, það er svona dæmi þar sem við erum að setja inn skilgreiningu og skýringu á hugtakinu tómstundir sem er þá talsvert mikil texti og þetta oft bara mjög mikil og ég ætla ekki að segja stundum heit umræða hvað eigi að standa þarna. Og svo hægra megin þá það hópamyndun sem er talsvert svona kannski minni texti í kringum og kannski svona aðgengilegra að skilgreina og setja niður skýringar. Og það sem við erum svona að velta fyrir okkur núna, þú veist, við vorum aðeins að skoða þetta vettvangstarf félagsmiðstöðvar sem er svolítið svona nýtt hugtak, setja það inn og skilgreina það, því það er eitthvað sem fólk er svolítið farið að nota núna. Og mikilvægir aðrir, við fengum með fyrirspurn það hugtak, þannig að gaman að sjá að það sé yfirskrift dagsins, að það sé að vera þarna inni líka. Líka þess verið að velta fyrir okkur eins og hugtaki eins og hópleiðari, að við höfum líka verið að vandrast svolítið með það hvað heitir sá sem er að vinna með hóp, við höfum svolítið mikið alltaf að tala bara leiðbeinandi hópastarfi sem er ekki dvolega kannski þjált. Þannig þarna er einn svona hugmynd sem byggist líka, tengist hópfræðinni, sem er þá líka hugtak sem við erum að velta fyrir okkur. Svo kom þarna hugtak sem við erum ekki mikið búin að ræða sem Eygló kom með sem er leisure functioning, við erum ekki alveg farin að ræða það. Frá nemanda, ok. Og svo fengum við líka þessa fyrirspurn íslenskt orð yfir tween eða þeir sem eru svona milli þess að vera börn og unglingar. Hvað það geti verið á íslensku og það var ein hugmynd var millingur, við vitum ekki alveg með það er ein hugmynd. Af því það er líka mikilvægt að reyna að vinna með hugtök sem að fólk notar, af því við getum ákveðið að segja eitthvað í orðabankanum og það notar það enginn og þá fellur það sjálft sig, þannig að það er mjög mikilvægt fyrir okkur að við séum að þá endurhugsa það ef við komum einhver þýðingar annað sem er bara alls ekki að fara að ganga. Já, ef þið viljið hafa samband við orðanefndina þá bara strax nokkrir möguleikar í boði. Það er að fara inn á Íðorðabankann og það er að fara bara og senda tölvupóst til ritstjórnar og þá fáum við þann tölvupóst. En það sem við viljum líka gera núna, við viljum gjarnan safna hugtökum og ná að spjalla við ykkur í dag. Þannig að við kaffi
kaffi og sódavatnsstöðina. Ágústa, rétt upp hendina. Já, akkurat þarna, að þá, og við erum með penna þarna líka, þá væri frábært ef við myndum til dæmis skrifa þarna upp á vegginn, ekki beint á vegginn heldur á plasti sem þarna, ég ætla bara að segja það svo enginn fara að skrifa á vegginn, að við erum að safna hugtökum og viljum endilega fá hugtök sem ykkur finnst mikilvægt að við tökum fyrir, þannig að við hvetjum ykkur til að nota þennan vettvang sem við höfum hérna varðandi svona orðaspjall. Já, hérna bara myndir af okkur í orðanefndinni. Allt frá fyrsta fundi 2013 og svo svona aðeins nýrri hérna, er þetta ekki nefndin bara eins og hún núna, hérna á hægra megin og neðri myndinni. Þessi er svolítið gömul, séu hvað hún er svona óskýr. Við erum orðin svolítið óskýr þarna, eitthvað. Já, þetta er engin gervigreindamynd, við erum bara svona, það er bara þannig. Það er þema, það er svona, sjá það er svona grænt. Já, það er svolítið þannig. En takk fyrir mig.